Sumarleikhús Æskunnar leikhús og listasmiðja sem handbendi brúðuleikhús hefur staðið fyrir í Húnaþingi vestra í sumar. Hópurinn samastendur af 15 hæfileikaríkum ungmennum á aldrinum 6 til 17 ára úr Húnavarsýslunum. Við litum inn á æfingu hjá leikhópnum og fengum að heyra hvernig við gengið að glíma við verk eftir sjálfan William Shakespeare. Sumarleikhúsið verkefni sem við búið til síðasta ár með styrk frá Barnamenningarsjóði. Við byrja og síðast ár við byrja með Little Shop of Horrors og þetta saman. Og núna þess ár við bara prófa til að gera Jónsmessunætur draumur frá Shakespeare. Og þetta fyrsta tíminn við bara vinna á Shakespeare text hér í Húnaþings vestra og krakkar bara koma út mjög vel með þetta. Þau bara læra lítið og bara koma inn og alltaf bara spyrja hvað þetta meina? Þetta 4 elskendur sem fara út í skó og já. Það sem sagt, það eru 2 stelpur sem eru bestu vinkonur, það eru við 2 og svo eru 2 aðrir strákar eða menn og þeir eru báðir ástfangnir af henni en hún bara ástfangin af einum sem Lísander. En ég ástfangin af hinum sem líka ástfangin af henni sem hún ekki ástfangin af. Og mér langar ekkert að vera giftast honum. En svo förum við Lísander sem við erum ástfangin, förum í skóginn og svo segir Helena Demetriusi af því og þau hlaupa eftir okkur í skóginn og svo verður allt rosalega dramatískt eftir það. Þá kemur álfur og hann setur svona blóm eða svona safann í augun á strákunum og þeir verða þá báðir ástfangnir af Ingu. Helenu þá. Eða meira spennandi ef við segjum ekki allt leikrit kannski. Kannski tekur að leika dálítið langan tíma. En já, ég ætla ekki að segja endurinn, nei, það of mikið. Meiri spurningar? Ef maður búinn að læra textan og allt þetta, þá það bara komið. Ekki þegar maður mann textan, nei. Og þau eru bara að læra meira og meira poetry, about history og líka leikhúsið og hvað við gera þegar við setjum saman heila leiksýning. Ég heiti Þesefur og ég kóngur, ég á giftast drókningu og ég að horfa í leikritinu og í leikritinu hennar. Ok, þú ert kóngurinn sjálfur, ekkert skrítið að vera með svona mikil völd hérna á sviðinu og fara svo út í daginn sinn og vera ekki kóngur? Eða ertu kannski bara alltaf kóngur? Nei, ég ekki alltaf. Og hvað lærir maður helst? Maður lærir að lesa texta sinn og læra hann utan á og bara vera á standinu á sviðinu á réttu svæði og svona. Ég svona leikstjóri, þetta svona, ég að gera leikrit í leikritinu. Þannig þetta svona nýri leikstjóri og allt ekki að ganga sem ég vil hafa þetta. Það Bossi, hann alltaf að reyna að stjórna hann svona rosalega frægur við að leika. Og ég veit ekki meira minn hlutverk. Hvort skemmtilegra leikriti sjálft eða leikriti sem þú ert að gera í leikritinu? Eiginlega sem ég að gera í leikritinu. Það hræðilegt leikrit, mjög lélegt leikrit, en leikritið sjálft mjög gott, það mjög gott, en ég ekki að tala um leikrit ég að tala um leikrit í leikritinu. Leikritið í leikritinu. Já. Leikritið í leikritinu? Já, það verður vont leikrit, en leikritið sjálft, það mjög gott leikrit. Já. Það ansi breytt aldurspil hérna, það allt niður í 5 ára? Já, akkurat, það yngstri, the youngest, bara 5 ára og eldstri 17 ára og við bara, ég held við 15 allt saman og
fólk frá hér í Hvammstanga, frá Blönduósi, frá Hrútafjörður og við var með eina krakka sem langar að koma frá Hólmavík, bara þetta svo langt til að keyra og hún bara detta út, bara kannski næsta ár við getum að hafa meira sumarleikhús fyrir krakkana allt yfir norðan vestra. Ég að leika ljón, álf og þarna Snikka sem að leika ljónið í leikritinu. Þú leika svolítið dýr? Já. Ekkert flókið að leika marga í einu leikriti? Jú, en það samt mjög létt að muna línurnar. Það aðalega bara þegar maður skipta búninga og svoleiðis sem það flókið? Já. En þitt hlutverk, hvert það? Ég Lísander og ég á að vera ástfangin af Hermíu og Hermíu ástfangin af mig og við bæði förum í skóginn frá Aþenu og þá ætlum við að fara að giftast einhvers staðar, já. Það hljómar eins og dálítið snúin ástarsaga. Já. Og gengur vel? Já, mjög vel. Og allt þessi fallega hugmyndir bara koma frá krakka og við bara tala smá hvað sýningu og svo þau bara að koma með búningahugmynd og tónlisthugmynd og ljós og núna við bara byrja að setja allt saman og þú get sér bakvið þau bara mjög spennt til að gera þetta. Ég leik í belga og belgi að leika tísku. Ég leika strák sem leikur stelpu í leikritinu. Já. Ég hef verið í skóli og það var hérna líka, síðast. Og svo er líka bara í Reykjavík sem er bara búið til svona hálfinn sín eigin leikrit, það miklu skemmtilegra hér sko. Ég hefði ekki átt að segja það. Þau að læra alls konar. Við bara byrja að læra bara smá stagecraft og bara standa upp á svið og tala út og bara hafa confidence, hvað þetta, sjálfstraust? Já, sjálfstraust. Og fyrir mig þetta bara fyrst. Og svo að læra þetta og æfa á þetta og þú getur bara sýna þetta í allt líf. You can see it wherever they go as they start learning. Þau bara standa meira og bara tala meira direkt til fólk. Við byrjum við þetta og við líka leika, við læra til að leika og þetta kannski smá skrítið hugmynd. Bara, við ekki svo oft bara leika okkur. Og hlustu vel og bara leika og sjá hvað þú gera og hvað, and what does that do to me and respond to it so in that way we learn to play together. Also learning about líka læra ljós og hljóð og líka bara textina og how we can learn text and how we can interpret text. With something like Shakespeare, it's not always clear the first time you read it what it means. You have to dig a little bit, you have to think, what could that be referring to? So við læra líka til að gera þetta. Bara setja allt saman. Heyrðu, takk hérlega fyrir, við ætlum að fá að fylgjast með ykkur og sjá sýninguna. Takk fyrir. Sömuleiðis.